Meira að segja sko hægri sinniðustu stjórnmálaflokkar eru að eigin sögn einhvers konar umhverfisverndar stjórnmálaflokkar í dag eða femínískir skilur á sinn hátt einhvern veginn. Heldurðu að öll fyrirtæki í alvörunni hafi einlægt ákveðið innst inni? Nú komið tíminn til að við fögnum fjölbreytileikanum. Þú veist, auðvitað ekki. Þetta spurningum, það er hugmyndafræði kraumandi í öllu þjóðfélaginu. Til dæmis núna voru sko fleiri konur en karlar sem sóttu listamannalaun, það voru miklu fleiri konur en karlar sem fengu laun. Eru einhver svona femínískar áherslur í úthlutun listamannalauna? Getur verið, ég veit það ekki, en ég held að það væri bara mjög fínt að hafa það upp á borði, skilur. Breyting, stóru B, þú veist, lítur einmitt út eins og Trump, skilur, hún er bara nasty, in your face og svakaleg og kannski ekkert alveg endilega eins og þú helst, sko. Ég vil trúa því að þetta að vera langbesta niðurstaðan og það sé einhvers svona smá gullöld að hefjast, sko. Ég er ekki á, heimsstyrjaldar, kjarnorkustríð, ég er ekki það, sko. Ég held að það sé bara mega góði tímar í vændum, sko. Jæja, Halldór Armand, mikilvægasti samfélagsrýnir og bókahöfundur á landinu. Hvað segirðu gott? Ég segi bara þrælgott maður. Tekur undir þetta? Tekur undir þetta, bara skilyrðislaust, án fyrirvara. Þú ert með nýja bók sem við ætlum að plugga hérna strax í byrjun. Það er nú eiginlega ekki að plugga henni. Þú ert búin að vera mikið milli tannana á fólki eftir að þú gafst hann út. Já, alveg gengið vel að vekja athygli á henni, sko. Já, algjörlega. Hún er hérna mikilvægt rusl eftir, eins og segi, Halldór Armand. Dóri Díana segir, mikilvægt rusl er allt sem langar að vera í lífinu, leikandi létt og fyndin á yfirborðinu, djúpvitur og heimspekileg og gagnrýnin undir niðri, beint í mark. Sko, ég á eftir að klára rétt undir lokin. Okay. Ég er mjög spenntur og það kannski gerir þetta bara kannski aðeins meira spennandi. Já. Ég sé kannski bara að afsaka það að ég hafi ekki náð að klára hana. En það sem meðast áhugavert í þinni er að þú grípur ákveðin tíðaranda sem hefur ekki verið svona alltaf að gera upp hrunið. En það hefur verið rosalega mikið talað um hrunið og svona hvað átlið í og hvað gerði. En ekki svona hversdagsleikan. Nei. Það er það sem að þú reynir að gera þessari bók. Já, það er alveg rétt, sko. Ég, þú veist, hrunið hafði, ég meina, þetta er bara einhvern veginn stærsti atburður á Íslandi á okkar líftíma býst ég við, frekar augljóslega og það hefur oft svona komið fyrir í mínum verkum, sko, þú veist, einhverju mynd og ég, þú veist, og líka skrifa mikið það í pistlum og svona og ég er bara á því að við lifum ennþá í einhverjum svona post 2008 heimi, sko, og þannig að ég vissi alltaf að ég vildi einn daginn skrifa svona hrunsbók. Svo, já, lærði ég það í þessu ferli, þetta alltaf er komedi svona aðalega, sko, og bara hversdagsleikann og aðalpersonunar eru sorphirðu fólk, sko, og já, þetta væri eiginlega rétta leiðin til þess að fjalla þetta hrun, sko, það væri að bara gera svona komedíu, þú veist, og ég svona talað þetta áður, ég hef oft heyrt að það hef ekkert verið neitt vit í, sko, sagnfræðibókum seinni heimsstyrjöldina, fyrir svona 1960 eða eitthvað, sko. Það því að bara þessi fyrstu 15 ára er bara of nálægt þessu, sko, þú veist, og það er einhvern veginn og ég held að það hefði verið mjög erfitt að skrifa þessa bók eitthvað 2010 eða eitthvað, skilur eða þú veist, 2011 og ég eitthvað þar áfram en það var svona, ég held að núna fyrst sé komin tími til þess að svona fara að tala þetta hrun, skilur ekki það að ég vil eitthvað við séum að fara að sökka okkur aftur ofan í þetta hrun, sko, en bara núna fyrst sé hægt að fara að tala þetta á einhvern svona, hvað ég að segja, einhvern svona yfirvegaðan og kannski bara skemmtilegan hátt, sko, þú veist. Já, ég man seinast ef við töluðum saman, þá nefndir hrunið nokkru sinnum, sko, en þú komst í ekki alveg í orð svona hvað þér fannst það og hvað þér svona fannst eftirmála þess og mér finnst þú gera það ágætt skil í þessari bók, sko, allavega á því sem að ég er komin og og eins og segi, þetta er svona komedía og það er ákveðin, ég greini smá svona nægilisma líka, það er ákveðin svona togstreita, ákveðin svona þungi sem er samt eins og Dóri var að lýsa henni, sko, skemmtilega á sama tíma. Hvað er einhver skilaboðin? Þú veist, ef þú ættir að hugsa svona einhverja breiða strókur, eitthvað sem kannski fyrir einhvern sem er búin að lesa hana, einhverjum skilaboð sem er kannski erfiðar að greina. Er eitthvað svona sem þú ert að reyna að segja í þessari bók samfélagi í dag? Já, góð spurning, sko. Því mér hafði lengi langað að skrifa bók sorphirðu fólk, öskukellinga, svo þau kalla heima á mér. Pabbi minn og föðurbróðir minn og annar frændi minn unnu sem öskukallar, með frá námi fyrir löngu síðan og
mér er alltaf þótt þetta ógeðslega skemmtilegt sögusvið og fyndi starf og svo það sem gerist er að þau finna svona afskorið mannsnef í ruslatunnu 7. október 2008, þannig byrja bókin. Það er svona það sem myndi kallast The Inciting Incident í þessari bók og það er kannski hljómar eitthvað mjög absúrt og svona en það er ekkert eitthvað alveg úr lausu lofti gripið og það er svona íað að því í bókinni að ég er mikill svona áhugamör fornaldar sagnfræði og einn af mínum uppáhaldsbókum er Rannsóknir Heródótusar og það sem að bara fyrsta sagnfræðibókin kallaði faðir sagnfræðinar eða faðir legana eins og það er stundu sagt hann fjallar þessari bók Persastríðin stríðið milli Persaveldis og Grikkja 500 fyrir Krist og fjallar mikið Persaveldi og það er bara ógeðslega interessant að lesa einhver Grikki að lýsa Persum og við erum svona vön því úr okkar heimsluta að Persar séu náttúrulega vondi kallinn sko og Grikkir eru hinnir göfugu frelsis unnandi Grikkir sko en það er ógeðslega gaman að lesa Persaveldi og það er ógeðslega mikið af ógeðislega fyndnum sögum og frásögnum úr Persaveldi og þar var sem sagt refsing að skera nef af fólki og jafnvel eyru og ég veit ekki að fara út í plottið á þessari bók eða skýringun á því af hverju einhver hefur orðið viðskila við sitt eigin nef hann í bókinni en það er innblásið af bara sögu hérna úr þessari bók sko. Svo hafði ég alltaf viljað skrifa hrunið einhvern veginn og mér fannst þetta bara mjög áhugavert að hendinn einhverju sorphirðu fólki og eitthvað svona einhverju komedíu inn í hrunið og svo hvað myndi gerast en svona eftir á að hyggja þá, þetta var ekki eitthvað sem ég var að hugsa meðan ég var að skrifa þetta en svona þessi tenging rusl og hrunið er alveg bara svolítið svona áhugaverð svona listrænt áhugaverð fyrst mér að þú veist, þetta nef sem ég er að tala er í ruslatunnu það er skáld í bókinni svona mjög lélegt biturt skáld sem þú veist, í gegnum hann svolítið verið að segja að listir og bókmenntir eru hálfgert rusl líka, svona mikilvægt rusl skilur en svona bara rusl en fyrir hrun skilur þá er líka alveg hægt að segja að alls konar hlutir í íslensku samfélagi hafa svolítið verið settir í ruslatunnuna skilur alls konar gildi og hugmyndir og nærða okkur lögðan sko að samfélagi stöðvast af einhvern máta sko það er rosalega mikið bara einhvern veginn svona stopp verður ákveðin og það er þessi nægilegsmi sem ég var að greina sko að mjög mikið bara svona allt annað er sett til hliðar og fólk fór að sjá svona einhvern veginn lífið sem ákveðið tóm sko Já, og það má líka alveg segja eftir hrun, eftirmálarhrunsins, þú veist, þá fara líka alls konar hlutir í ruslatunnuna, skilur. Það er bara einhverju ákveðin hugmyndafræði, alls konar gildi, þetta er bara skipt á einni nótt í runinni, þau munið eftir þessu, þú veist, það er allir kallmenn hann að koma með alskegg bara daginn eftir hrun, sko, þetta er orðið allt eitthvað svona miklu jarðtengdara og allir skartgripir orðin ykkur hraun, skartgripir, fólk byrjaði að gifta sig miklu yngra, ég mann ógeðslega vel eftir þessu. Össur komin í lopapeysu. Akkurat, þetta var allt svona að gerast á einni nóttu og þú veist, svo fóru líka bara, þú veist, alls konar mjög sorglegir hlutir svona í ruslið, skilur, og bara 10.000 heimili eða hvað það var sem brotnuðu, þú veist, að alls konar fólk sem ég var nánast bara hent, sko, þannig að já, sögnin í þessari bóki svolítið kannski bara hvað er rusl og hvað er ekki og aðeins að vera að leika sig með það, sko. Þú talaður list og biturt skáld, listamannalaunin, og þú sem biturt skáld og lélegt lélegt biturt skáld þetta fór aðeins í umræðina að þú hafir ekki fengið listamannalaun af hverju þú hefur fengið það áður fengst það ekki núna því að þú ert lélegt biturt skáld lýstu aðeins fyrir með þessar atburðara sko, byrjum bara á því sko, listamannalaun fyrir þá sem út af því að ég er nýbúin að tala um þetta við Ernu Mist og myndi voru að fjalla um þetta og svona hvort að þetta væri ákveðið svona takmarkandi afl fyrir listsköpun út af því að listamaðurinn þarf einhvern veginn að passa sig sko að vera nægilega listskapandi en vera ekki í nægilega miklu andofi við ríkisvaldið eða það sem eru svona að velja úr til þess að vera ekki í náðinni. Þú hefur talað um þetta það er mér langar aðeins að mjög áhugaverðir hluti sem að manufacturing consent sem mér langar aðeins að koma inn á eftir þetta smá þú hefur fengið listamannalaun byrjum bara þar hvað er það svona sem að veldur því að þú hefur fengið listamannalaun þú ert augljóslega starfandi núna sem listamaður
hvað það sem veldur því að það sett stopp á það? Já, þetta bara mjög svona margþætt og fjölvíða umræða, sko. Ég gaf út mína fyrstu bók 2013 og ég held ég hafi fengið 3 mánaða listamannalaun árið þar á eftir. Hvort ég fekk síðan aftur 3 mánuði, síðan í nokkur ár fekk ég 6 mánuði og svo man ég ótrúlega vel og þetta bara dagsatt að þegar haustið 2020 þegar síðasta bókin minn kom út það var í einhverju mjög skrýtna ástandi, það var COVID, það var bókabúðir voru lokaðar, bókin mín að koma út og mér leið svolítið svona þessi bók má ekki floppa og þetta bara allt, ég bara upplýði eitthvað svona vonleysi, bara þetta alltaf hrynja, bara þessi bók mun ekki seljast, það má ekki einu sinni fara í bókabúð og svo einhvern veginn fekk ég svona þessa hugsun allt í einu, þú veist, ég ekki að fara að geta farið þessa svona traditional leiða því að vera rithöfundur á Íslandi sem þetta þú gefur út og svona gengur ágætlega og byrjar að fá einhver listamann á laun, þetta svona eitthvað þögult samkomulag milli einhvern veginn höfunda, útgefanda og ríkisins að þú veist, þú færð sem höfundur ekki raskat fara ógsta lítið fyrir að gefa út bók hjá forlagi en þú veist, það svona eitthvað svona þögult samþykjum að þá færðu listamann á laun í staðinn, þú veist, þá getur einhvern veginn forlagið tekið stærsta bita kökunar og þannig lifa þau af og svo framvegis. Ég skynjaði bara 2020, þetta ekki fara að virka fyrir mig og ég held að séu miklu meiri líkur á því að ég fái minni listamannalaun eftir því sem ég geri meira heldur en meira. Þetta var bara svona eitthvað sem ég skynjaði, þetta var bara eitthvað innsæi og það var þarna sem ég byrjaði að íhuga svona og leggja drög að því að gefa bók sjálfur sem ég gerði síðan með þessari bók og þetta reyndist síðan rétt að í fyrra fekk ég 3 mánuði og núna fekk ég 0 og við vorum fleiri af þessari kynslóð af hausæðir bæði Dag Hjartarson og Jónas Reynir sem eru aldrar mínir og búinir að vera virkir í þessu mörg ár þeir og það var svona eiginlega meira brútal við þá og ég var svona trappaður niður sko en þeir voru bara af hausæðir og þeir voru held ég að fá 9 mánuði lengst af. Af hverju gerist það? Það auðvitað get ég ekkert svarað því en við getum kannski byrjað á þessu að það svona sem þetta virkar skilur. Tilfinningin sem þetta að út af því þið farið ekki þessa hefðbundnu leið að forlagið tekur mesta bita kökunar að þá einhvern veginn svona já, þú ert ekki lengur með svona. Nei, alls ekki, það ekki að sína meina að því til dæmis ég svo eini sem að gefa út sjálfur sko. Já. Ég held að það tengist ekki þessu endilega af hverju það voru til dæmis settar inn núna einhverja nýja kröfur aukna nýliðun að þau eru svona meiri peningur að fara til nýliða sem hefur lengi verið talað í þessu og ég skil alveg en skiluru ég og allar kynslóðunar á undan mér einhvern veginn vorum að skrifa og náðum að gefa út okkar fyrstu bækur án þess að fá stuðning skilur og ég held að það sé svona eftir á hyggja finnst mér það bara nokkuð eðlilegt mér svona ekkert skrítið að ég hef ekkert fengið listamannalaun fyrir að ég var búinn að delivera einhverju sko. Ég síðan sagði daginn í viðtali við Vísi að þetta væri fyrir mér svona manufacturing consent mekanismi sem ég finnst bara mjög augljóst að þetta sko. Og þú voru að lýsa hugtakinu. Já, manufacturing consent svona, þetta bók eftir Noam Chomsky og annan meðhöfund 80 eitthvað. Það greining á fjölmiðlum sem bara raunin að fjölmiðlar þú veist í vestrænum samfélögum þá alveg búin til svona þessi tálsýn að hér sé einhvers konar frjáls umræða í gangi alltaf sko en í raun og veru mjög skýrt afmarkaður rammi hvað má talum og hvaða hugmyndir talað og það eru innan þessa ramma og ef þú færð út fyrir það þá færð þú ekkert plattform í fjölmiðlum eins og meðan á við Chomsky sem hefur lengst að verið bara boykottaður af öllum svona mainstream fjölmiðlum þótt að hann sé svona einn helsti hugsuður vinstrisins bara á síðustu öld sko. Þannig að það verður orðað þannig að það verður til svona opinber svona rammi utan umræðu í fjölmiðlum. Þaðan kemur þetta manufacturing consent. Innan þessa ramma er consent manufactured. Það búið til samþykki fyrir ákveðnum hugmyndum. Samþykkis framleiðsla. En það einhvern veginn, þetta svona óumdeilt og þetta einhvern veginn það alls konar svona hugmyndir sem bara svona annað að við séum svo mikil bókaþjóð Íslendingar, við erum svo mikil bókaþjóð við erum augljóslega svo mikil bókaþjóð og þetta bara alltaf sagt og allir bara já en við erum það náttúrulega ekki sko þetta algjör lygi við bara erum það ekki sko og
allavega, ég sem sagt sagði opinberlega að listamannalauna mekanismin sé svona manufacturing consent mekanismi og ég tek eftir það gæti svona ákveðins miskilnings innan minnar stéttar hvað ég á við og hvað þetta þýðir. Fólk heldur að þegar þú segir þetta að þá sé að meina að það sé einhvers konar klíka bak við tjöldin með eitthvað samsæri að ákveða degrum tóta skiljum þennan eftir útundan. Þetta er svona ákvarðandi teknar, hann með eitthvað óþægilega skoðanir, sleppum honum, nei, tökum hérna velunum hérna einhverja nokkra góðar loftslagsbækur og skilur, þetta er ekki þannig. Það er engan veginn það sem ég á við og það er engan veginn hvernig svona virkar. Þetta er bara svona mekanismi sem virkar sjálfkrafa og þú veist sko, við höfum í mörg ár erum við búin að búa í heimi þar sem hvert einasta fyrirtæki fagnar fjölbreytileikan, skilur hvert einasta stórfyrirtæki, sama hversu óumhverfisvæn þeirra starfsemi þeirra í eðli sínu, þau eru sjálfbær og þau eru taka afdráttarlausa afstöðu með náttúrunni í öllum efnum. Það sama á við þú veist, öll opinber verkefni, skilur allar stjórnmálaflokkar, sko. Meira segja sko, hægri sinniðustu stjórnmálaflokkar eru að eigin sögn einhvers konar umhverfisverndar stjórnmálaflokkar í dag eða femínískir, skilur á sinn hátt einhvern veginn, þú veist og einhvern veginn hvernig dettur fólki í hug að listir og sérstaklega einhver svona opinbert fjárhagslegt stuðningskerfi við listir lúti einhverjum öðrum lögmálum. Af hverju heldur fólk að þjóðfélagið sé svona? Heldurðu að öll fyrirtæki í alvörunni hafi einlægt ákveðið innst inni? Nú er komið tími til að við fögnum fjölbreytileikanum. Auðvitað ekki. Þetta er spurningum, það er hugmyndafræði kraumandi í öllu þjóðfélaginu og þú lagar þig að henni til þess að verja þig fyrir bara brynja þig fyrir gagnrýni og svona að vekja athygli á þér og bara eins og segir í American Psycho because I want to fit in, skilur það er það sem þetta snýst höldum okkur við American Psycho ef þú myndir lýsa þeirri bók í listamannalauna umsókn, skilur og heldur þú að þú myndir fá listamannalaun fyrir þá bók, þú veist, að sjálfsögðu ekki þú myndir aldrei fá listamannalaun fyrir þá bók en það er ekki út af því að það er einhver í útlundunarnefnd sem hugsaðar, nei svona bækur eiga ekki að koma út ég ætla að vinna gegn þessu, þetta virkar ekki þannig þetta virkar þannig að þú ert í einhverju útlundunarnefnd í útlundunarnefnd velst auðvitað fólk, þetta er svona sikti sem eins og Chomsky segir, virkar alveg bara úr barnæsku, sko að þér verðlauna fyrir fylgispekt og fyrir hlýðni og ef þú ert ekki hlýðin og fylgir ekki skrifuðum og óskrifuðum reglum, þá er þér svona smám saman á einhvern kurteisan hátt, svona bólað út, bara sigtaður út, skilur þannig að það velst engin edgelord í einhverja svona listamannalaunanefnd sem að fara að gera eitthvað ótrúlega skrítið, sko. Þannig að þetta bara virkar þannig að auðvitað er svona de facto hlutverk svona nefndar ekki að stuðla að einhverju blómlegu fjölbreyttu listalífi í landinu, skilur, þó að það standi einhvers staðar í lögum kannski. Þú veist, auðvitað er de facto hlutverkið að velja eitthvað og styðja eitthvað sem ver sjálfan þig fyrir gagnrýni, fyrir því að þú sért að gera eitthvað fáránlegt við opinbert fé og auðvitað smitast þá inn í þetta þessi opinbera hugmyndafræði sem ég er að tala um. Þannig að, þú veist, það er annarkvært listaverk á Íslandi, það er önnur hver bók sem er að koma út hérna, einhver loftslagsbók, skilur og bara fæn, það er allt í lagi sem viðfangsefni í listum eins og hvað annað og þegar þú ætla að gagnrýna þessu forsendum sem ég er að gera þá heldur fólk líka að þú sért einhvern veginn að efast eða grafa undan einhvers konar listrænum heilindum fólks sem er að gera svona listaverk, bara alls ekki, sko þú veist, ég veit hvers konar verk það er að skrifa einhver svona bók, myndi aldrei þetta í huga einhver sé einhvern veginn að gera eitthvað til þess að reyna höfða til einhverju hugmyndafræði en ég er bara að segja að ef þú myndir skrifa eitthvað annað eða ef viðfangsefni þín væru einhver önnur en eitthvað sem fittar mjög vel að passa rosa vel inn í þessa undirliggjandi hugmyndafræði í þjóðfélaginu
tala nú ekki ef hún á einhver svona gráu svæði eða eitthvað aftur, tökum American Psycho sem dæmi eða eitthvað sem svona virkilega edgy, skilur þá hverfa ekki en þá minnka augljóslega talsvert líkunar af því að þú fáir einhverja opinbera styrki eða velun þú veist, og þetta bara eins og samfélagsstyrkir Landsbankans, skilur hvernig verkefni heldur að fái þau og þú veist, af hverju heldur að það sé eitthvað öðruvísi með listamann, skilur þannig sé ég þetta. Já, þetta mjög út af því að ég svo ég rammi þetta líka aðeins inn, sko, þú ert að lýsa ákveðinu sniðmáti sem að öll list þurfa að vera innan og að eins og þú segir, sko, að það alltaf svona ákveðnar hugmyndir bornar fyrir listaverki líka, eins og fjölbreytileikinn og þetta er svona ákveðið sniðmát sem að einhvern veginn þú þarft að lúta og það sem mest, eins og þú segir, sko, að eins og með við fögnum fjölbreytileikunum og við erum sjálfbær og við viljum stuðla að því að vera hinsegin vænt eitthvað fólk það bara að segja það þýðir ekki neitt, sko það er bara svona, þú veist, það þýðir ekkert í gjörðum þetta er bara einhverjir svona stimplar sem fólk er einhvern veginn að setja á sjálft sig og sko, svo aðgerð að lýsa því yfir er einhvern veginn orðin mikilvægari heldur en að sýna það í verki eða gera eitthvað í því Já. Og jafnvel, sko, og ef að þú sýnir það í verki eða gerir það eitthvað það með segja svo að fagna fjölbreytileikanum, ég veit ekki eins og hvað það þýðir, sko það þýðir bara eitthvað, þetta er bara eitthvað fólk að lýsa yfir eins og þú segir, sko, Václav Havel skrifar einmitt þetta í Power of the Powerless þar sem hann einmitt lýsir ákveðnum veruleika þar sem að fólk veit ekki einu sinni af hverju það er að haga sér ákveðin máta, það bara gerir það út af því að það er ákveð svo er notað orða aftur sniðmátt sem að þú þarft einhvern veginn að vera innan og það er einmitt svona hugmyndafræði, skilur Já, og þetta er bara hugmyndafræði og það sem er sérstaklega slæmt við þetta er út af því að, sko, ég er ekki listræður sjálfur ég var að hugsa það þegar ég var að lesa þessa bók einmitt ég er svo rammaður, ég myndi aldrei geta að ímynda mér það sem að þú ert að ímynda þér þegar þú ert að skrifa þetta er bara eitthvað svo ótrúlega fjarlægt mér ég þarf að fá þetta bara að skrifa til að skilja þetta og en það sem mér veist svo þversagnakennt í þessu er að rosalega margir svona listamenn sem ég ber mikla virðingu fyrir og minna við getum tekið tónlistina á meðan Víetnamstríðið var það var rosalegt andóf gagnvart stjórnvöldum minna allir þessir tónlistamenn sem voru að syngja stríðið og deyja í stríði og syngja nýlendustefnuna og allt þetta dót þeir hefðu aldrei fengið listamannalaun frá þeim því ríkisvaldi sem að var að heyja stríðið og það er svolítið þetta sem að mér finnst svolítið glatast er að þegar þú ert með þetta og þess vegna ég segi þess vegna er þetta svolítið þversagnakennt sérstaklega líka út af eins og þegar þú lýsir þessu að þessi nefnd sé einhvern veginn með fyrirfram gefna hugmyndum það hvert eigi að stefna að þá sjálfu sér er þetta bara þá byrjuð til ákveðin ómöguleika að það geti verið ákveð andóf sem mér finnst vera mikilvægasta element svo í sletti listarinnar, sko Ég er sammála, en ég legg áherslu á ég held að mitt að nefndin sé kom ekki inn, þú veist, með einhver svona fyrirfram hugmyndur að þetta þarf að vera eitthvað svona ógeðslega banal og fyrirsjáanleg list þú veist, og taka afstöðu með náttúrunni og bla bla bla. Ég held að sé mitt ekki þannig, þetta gerist að sjálfkrafa, sko. Þú veist, þetta er ég þekki fólk sem hefur verið í úthlutunarnefndum, sko, alþjóðlegum og svona, skilur og það, það auðvitað bara talar þetta, skilur þetta er bara auðvitað, þú veist, auðvitað eru bara alls konar hlutir sem þú að vera að hafa í huga og pæli í þótt að enginn sé að segja þér það, skilur sem hafa áhrif á það hvað þú gerir, sko. En að þessu sögðu, hvort að ég er einhvern veginn afhausaður út úr opinberu styrkjakerfi því að ég er eitthvað með einhverjar skoðanir, þú veist, ég hef ekki hugmynd það, en ég held að aðaldæmið sé bara, eins og ég segi, það var heil kynslóð þarna af svona karlkyns gagnkynhneigðum hvítum rithöfundum voru skornir hana niður og það kom inn hana aukin krafa af nýliðun í þetta auðvitað þurfa svona ákveðnir höfundar að fá allt, sko, skilurðu þannig að, þú veist, þegar það kemur endan þarftu að fara, þú veist þegar þú ert búin að gera sem þú þarft að gera þá þarftu að fara að velja og hafna og hvern er þá auðvitast að drepa, skilurðu það er auðvitað gaurinn sem við, skilurðu þannig að og það er bara eins og það er þannig held ég þetta sé, skilurðu
Já, allavega sko líka út af því að eins og þú segir sko, það er ekki út af því að það er eitthvað svona forskrift af því, heldur þetta líka sem þú ert með svona bak við eyrað sem að er svona eins og segja einhver öxlin að segja þú veist, þetta er auðveldast út af því að þetta mun ekki vera neitt umtal sko. Já, eins og þú veist að vitnaðan í Havel og svona, hugmyndafræði virka svona að það eru, þú veist, það er bara svona sjálfgefin sannindi í loftinu sem verða það ekki eftir 10-15 ár skilur, en það núna og það þarf í rauninni ekkert að vera að ræða þau bara smitast sjálfkrafa inn í allt skilur og aftur eins og í mínu tilviki, þú veist, ég hef aldrei verið tilnefndur til bókmenntaverðlauna en eitt þannig sko, en eins og Dagur og Jónas hafa báðir verið tilnefndur til íslensku bókmenntaverðlauna, þú veist, að það hefði nú einhvern tímann talið eitthvað sko, en skilur það bara. Já, nei, svo er þetta líka, ég meina, og það sem ég mitt hef sagt vera svo slæmt við réttrúnaðinn eða reynda bara eitt af mörgu er akkurat þetta, ég meina, þú fjallar þetta í COVID, þar sem að, þú veist, þú varst ekkert á móti aðgerðum, þú varst ekkert eitthvað að segjast vera eitthvað með einhverja vitneskju bólefni, þú varst bara svona spyrja rosalega svona eðlilega spurninga og eins og ég talaði nú senast að þetta líka og þetta er mér svo minnist þar sem þú lýsir í að vera körfuboltaleik og þú glemdir að vera með grímun einhvern veginn alveg yfir nefið og hvernig bara svona manneskja sem er rauglega ekkert vond manneskja var bara einhvern veginn tilbúin til þess að bara umturnast af bræði út af því að þú varst ekki að haga þér nákvæmlega eftir þeim svona formerkjum sem við vorum búin að móta okkur í kringum veiruna. Já, algjörlega, þetta moment sérstaklega, þetta var bara svona, þetta var momentað sem var bara, shit, skilur, svona, þetta er hræðileg líking, skilur, en bara svona hvernig venjulegt fólk voru fangaverðir í útrýmingabúðum, skilur, og bara svona, það kemur bara einhver svona mega grimmd, sko, þú veist, upp allt í einu, út af engu, sko, og þú veist, það var bara, sjæse, sko, bara svona virkar þetta, sko. Já, það er nefnilega málið, sko, og líka, þú veist, það er mér langar svo mikið að halda mig við andofið út af því að eins og með réttrúnaðinn, þú ert búin að eins og ég lýsa því að sko, af hverju allar einhverjar svona greinar og pistlar og bækur loftslagsmál sem myndir náttúrulega í augum margra flokkast sem einhvers konar andof, skilur. Já, það var það sem ég ætlaði að segja út af því að þessi réttrúnaður sko, gerir líka það að verkum að fólki líði eins og sko, ef það einmitt fer eftir þessari forskrift og segir, heyrðu, ég berst fyrir feminískum gildum, ég berst fyrir þessum gildum, ég er hinsegin væn og fólk má ekki miskilja eins og ég sé eitthvað í andofi við slík gildi en málið það að það gefur fólki ákveðna svona hugmyndir það að það sé einhverjum andof á meðan það er í raun öfugt, þú ert í því að framleiða þetta samþykki sko. Já, þetta er innan rammans sem við töluðum sko. Sem er innan þessa sem er svona leifilegt, það er leifilega litrófið, skilur. Og það eru það sem á jaðar þar og þá er það mikið andof að vera með skýran boðskap gegn umhverfisspjöllum kapitalismans. Það er svona andof sem er svona algjörlega kinkakolli við, já, algjörlega, það má, skilur. En ef þú ferð út fyrir ramman og ferð að vera með einhvers konar andof eða efast eitthvað sem er ekki í þessum ramma, sko, þá hitnar í kólunum, skilur. Þá ertu komin út af hálunís, skilur. Það er þannig sem þetta fungerar, sko. En núna, sko, tölum að þessum þið persónulega út frá bókinni núna sem að þú ert búin að gefa út og eins og segja, búin að koma það sjálfur á framfæri og ganga vel að selja og eins og segja, ég mæli með að fólk setja þetta í jólapakkan. Sko, þú varst slegin á puttana með því að fá ekki listamannalaun núna ertu búin að reka naglan í líkkistu þess að þú fáir einhvern tímann listamannalaun með því að standa upp gegn þessu. Er það frelsandi? Þú veist, líður núna á þetta því eins og segi, bæði með það að tala við Jakob Jarnar, fjalla svona á svona mjög hvassan máta ekki nefndina, ekki ríkið, heldur bara svona fyrirkomulagið að ég gerir ráð fyrir því að þú munt ekki aldrei fá aftur listamannalaun. Er það frelsandi? Er það að gera þetta til þess að, þú veist, ég er að velta fyrir mér af hverju úr þessu og það því að þú hefði geta bara haldið kjafti og verið bara með þína bók og ok, ég reynir bara aftur næst og það hefði kannski verið miklu einfaldara, en af hverju ákveður að fara þessa leið að ég reyni vaða svolítið, ertu að reyna að grísja völlina á sprengjum fyrir aðra listamenn, ertu að hugsa út frá sjálfum þér að vera meira frelsaður, hvernig, þú veist, það hlýtur að vera, ég gerir ráð fyrir því, þú ert það mikill hugsaður. Þú gerir þetta ekki að einhverju hvatvísi, þú ert búin að hugsa
10 leiki fram í tíman, hvað gerist ef að þú ert búin að tala svona um þetta? Já, sko, þetta bara ógeðslega margt sem spilar inn í þetta. Byrjum á því að sko bóksala á Íslandi hefur hrunið 10-15 árum. Hrunið, sko. Þess vegna núna ríki byrjað að niðurgreiða bókaútgáfu, styrkja bókaútgefendur, sem önnur ástæða fyrir okkur, ég er að gera þetta sjálfur. Og svona opinbera skýringin á því af hverju bóksala hefur hrunið eru þetta bara að fólk bara í símanum og Netflix og YouTube og ég held að sé alveg eitthvað til í því, sko. Ég held að það sé líka aðrar ástæður fyrir því, þú veist. Ég held að ef fólk hefur raunverulegan áhuga á einhverju, þá er það bara náttúrulegt, sko. Ég held að það sé algjörlega hluti, það sem ég er að segja hérna ég held að það sé algjörlega hluti af hverju bóksala hefur hrunið, það er þess að fólk hefur engan áhuga á þessum bókum, sko. Og ég held að það hafi eitthvað með það að gera að eins, sko, ef þú einhvern veginn fylgist með bókmenntum, fylgist með listum og kemst einhvern veginn að þeirri niðurstöðu þetta sé ekki einsleitt, sko, þá bara veit ég ekki hvað ég á að segja við þig, sko. Bara því þá held ég að bara, að því þetta er náttúrulega gífurlega einsleitt, sko. Það bara er þannig og ég held að fólk stæði mín allavega á það við mig ég er í, sko, mátt ekki miskila ég er mjög sammála þessum sko Gildur sem að vera svona að hafa uppi já, auðvitað á sinn hátt og ég held allavega svo ég er að leita að einhverju öðru í listum en einhverju sem ég er að leita í ritstjórnargrein í blaði, skilur. Ég er ekki að leita að sömu hugsun þar, sko. Ég er að leita að einhverju sem svona ítir aðeins við mér helst og gefur mér á óvart og kannski storkar þér aðeins eða svona, það er það sem ég er að leita að. Það er mín skoðun, að það er ekki mikið það í dag, sko. Ég ætla að skjóta henni, það var eitt sem að Erna miskom henni sem ég ástyrkar áverð, sem að lýsir svolítið því sem þú ert að lýsa, nema annan máta. Hún var að fjalla um það að hún væri að sinna ákveðinni list og hún hefði ákveðið frelsi til að gera á þetta, hún var að selja í LA og var að selja í Íslandi og hefði svona ákveðið frelsi. Síðan er hún að fara núna að gefa út í Kína líka og þar fekk hún ákveðina umgjörð það hvernig hún mætti gefa út sína list en þar var henni bara sagt það, skilur hún má gefa út listina svona og hún færi þessu uppáskrifa. Mér finnst þetta ekkert það ólíkt að undaskildi því að þú færi þetta ekki uppáskrifa. Þetta er bara miklu heiðarlegra að það fyrir austan eins og svo oft, sko, bara algjörlega, þú veist, auðvitað myndi mjög margir segja, hvað meinar þú veist, það er einmitt þegar þú segir þetta með manufacturing consent, sko, þá kemur upp þetta svona, listin er svo heilug, hvernig þetta er þetta í hug, ég meina, þetta er bara, listsköpunin er bara frjáls og hún er bara ósnertanleg og einhverju svona duttlungar tíðarandans að smitast inn í list, hvernig þetta er það í hug, maður bara svona, þú veist, bara opnaði augun, skilur þannig að, já, þetta er auðvitað einmitt miklu heiðarlegra í einhverju þannig, sko, á sinn hátt. Ég hef svo auðvitað skynjað bara á sjálfu mér að þegar þú ert í þessum bransa, í þessum mekanisma, þar sem að þú einhvern veginn, þú hefur ekkert upp úr því að gefa út bók. Bæði vegna þess að þetta er bara mjög lítill markaður, samningarnir eru, sko, rithöndasambandið einhvern veginn alveg ótrúlega hagsmunasamtök virðist vera, það er stundum eins og þeir hafa virkni verið að reyna að semja gegn hagsmunum þínum, sko. Þannig að ég hef fundið fyrir því á sjálfum mér að þetta kerfi, einmitt, þetta allt saman smýgur líka inn í mig og það hefur haft mjög áhrif á það að ég hef ekki verið jafn einhvern veginn svona gung-hó eins og ég er svolítið með þessa bók af því að þú ert svolítið svona gefa út hjá forlagi, þú veist ég vona að þau vilja gefa mig aftur út ég þarf náttúrulega svolítið að vera hjá forlagi ef ég ætla að eiga séns að fá listamannalaun það þykir fínt að vera hjá forlagi auka líkur á listamannalaun ég er vellaunum, ef þú fær vellaun þá er aukna líkur á því að fá listamannalaun skilur þannig að þetta fer að hafa áhrif á þig og ég hef bara lendi bara á því að ég var fann að finna ég er ekkert, skilur, þetta á einmitt að vera einhvers konar svona frjálssköpun og tjáning og þetta er það ekki hjá mér, skilur og ég verða að horfast í augu við það þó að ég svona á yfirborðinu telji mig vera einhvern veginn þannig höfund, það er það ekki þannig ég finn bara að það eru alls konar hlutir hérna að stýra mér svona undir niðri hugmyndafræði, skilur og mér fannst mjög brýnt einhvern veginn að brjótast bara út úr því
og það því þetta fylgja alls konar fórnir skilur og ég vil frekar gera þetta núna á mínum forsendum og það verði kannski miklu erfiðara fjárhagslega en þetta sé þó þannig að ég sjálfur sé svona sáttur við það hvernig ég ger þetta og mér finnst líka alveg íslenskt listalíf og bókmyndir yfir höfuð hefðu mjög gott af því að þetta sé aðeins sprengt upp sko. Af því að þú veist eins og ég segi höfundarnir hafa lengi verið á listamannalaunum en núna útgefandinni líka styrktir sko. Þú veist það endurgreiðsla þannig að þú veist það verið að sprauta amfetamíni í einhvern uppvakning sko. Og ég hef djókað með það að næsta skref sé bara að byrja að borga lesendum skilur. Þú fær borga frá ríkinu og þú lest þessa bók loftslagsmál skilur ekkert skilur þú veist þetta eru ígjur skilur og þetta eru ósangjarnt af mér en þú veist skilur að þetta svona ég hef sko fulla trú á því að bóksala sé bara eitthvað sem það sé alveg hægt að selja bækur eins og hvað annað sko. Þú veist það er bara einhvern veginn gengið út frá þetta sé einhvern veginn svona deyjandi bransi. Ég held ekki, ég held að þetta fyrirbæri fyrir bara svona að sprengja af sér alls konar hlekki sko, til þess að koma tilbaka sko. Ég held að sé alveg heilu risastóru þjóðfélagshópanirinn á Íslandi sem dettur ekki í hug að taka upp skáldsögu sko. Þú veist, en ég held alveg að það gæti alveg verið þannig. Martin Eimi sem sagði að flest fólk sem þú hittir yndislegt og lesa ekki bækur og og ég held að það sé alveg rétt sko, en ég aftur á móti mælir rosalega mikið með því að fólk lesi bækur og ekki bara fyrir skemmturinn heldur þetta líka ákveð mér finnst að allavega fyrir mig persónulega og það sem ég þekki að þá virkjar þetta einhverjar stöðvar sem ég get ekki alveg útskýrt en mér finnst auðveldara að minnast annara hluta þegar ég lesi einhverja bók sem hafa ekkert með bókin að gera þannig að ég held að eins og segi, ég mæli mjög mikið með bókalestri en sko þá er ég að skilja þér rétt að þetta sé frelsandi allavega einhverju leiti óstöðura fyrir því persónulega það gerir þið kannski aðeins erfiðara fyrir að, einmitt eins og segi að þér ekki boðið Gísla Martin sem Gísli Martin til þess bara frábært dæmi þessa samþykkisframleiðslu að fólk svona það ákveðið svona, hvernig hef ég lýst okkur veitt svo mynd af svona fólkinu sem kemur í Gísla Martin og þátturinn sem heild sé einhvers konar svona andstaða og svona andof sem þetta náttúrulega bara alls ekki þú veist, það allt sem að við kemur þessum þætti kerfið sko. Já, ef þetta er bara rúf á föstudagskvöldi sko. Já, nákvæmlega, þú veist, þetta eins mikið kerfið og mögulega getur sko hugsað þér en samt er einhvern veginn eins og sko gestinni sé einhvern veginn svona edgelord skilur og allt sem við kemur en svo, þú veist eins og Sigríður Hagalín hún skrifa bók, þá bara hún sjálfkrafa komin í þáttana það er ekki eðlilegt viðmót gagnvart í valdi sem að þú hefur í krafti þess að skakkreyndu sé að greiða fyrir það þetta er óeðlilegt þessi þáttur er alltaf rosalegur svona hliðvörður sko, fyrir hliðvörður, það er orðið sem ég var að leita já, fyrir bara menningarlífið í heilsinni sko og það er einmitt, ég hef reynt að komast til Gísla, það hefur ekki gengið sko. Er það? Já, hefur það ekki verið búið? Þú ert samt alveg svona allavega svona með hvernig þú ert þá hefði ég, sko, mér verður ekki búið það er alveg 100%, ég held að hann myndi aldrei bjóða mér, ég hef búið honum í þátt og ég er ennþá að bíða eftir að hann komi út af því að mér langar að ræða meðal hans réttrúnaðin við hann sko og eins og segi, vald rúf sem að einhvern, sko, ég er ekki á móti rúf ég er ekki eins og svona flestir og svona eins og með listamannalaun þá svona hugmyndir mínar rúf hafa aðeins mildast það er miklu kröfuharðari hægri minn er miklu kröfuharðari og ég vil vilja leggja það niður, ég er ekki alveg þar en mér finnst aftur á móti sko, þú veist, ef við tökum bara Baggalút sem dæmi Baggalútur er rosalegu kraftur innan rúf þeir eru með rosalegt dagskrárvald og það sést í öllu sem þeir gera þeir listamenn sem að þeir eru umbjóðandi fyrir eins og einn þeirra fyrir unga stúlku sem ég ætla að geta hún er alveg frábær ég ætla að sleppa að nefna hann á nafn en hún kemst alltaf í lagið fyrir fréttir þetta er allt bara einhvern veginn svona eðlilegt út af því að þetta er svo gott fyrir listina en mér finnst þeir ekki hugsa neitt út í það hvað þeir hafa mikil völd og hvað þetta er mikið dagskrárvald því að valdhafar einhvern veginn alltaf sko, nei það eru stórfyrirtækin og það
hérna kapitalistin og það Þorsteinn Már sem að selja fiskinn og það eru valdhafinni sko. RÚV einhvern veginn svona þessi svona litli krakki sem að við þurfum einhvern veginn að vernda og þeir hafa ekkert vald fyrir listamenn þá RÚV bara, þú veist, make or break dæmi. Þess vegna hefur verið svo sérstakt að fylgja sinni með því á Gísla Marteini að hann þarf alltaf að þekkja listamennina og svo eru það bara sömu 4-5 listamenni sem eru spilaðar allan veturinn og svo kemur GTRN í kvöld og hún ætlar að spila fyrir okkur. Bara hvað gerir þetta fyrir miðasölu til þess fyrir hana? Gríðarlega mikið, en við einhvern veginn, nei, þetta nú bara eitthvað. Já, vin sem sko, spáði rétt fyrir gesti þáttarins 4 fyrstu þættina núna í vetur. Það var heldur vel gert sko. Sko, að þessu sögðu, ég held að ég hef nú ekki verið búin í þáttin út af því að ég sé eitthvað, ég veit ekki, passa ekki inn sko, ég held þetta er líka bara fáir þættir og mjög margir rithöfundar til dæmis sko og sem þurfa að komast þarna inn, eða vilja komast þarna inn og ég er enga veginn eitthvað meðal þekktustu rithöfunda í Ísland sko, þannig að ég get ekki verið að kvarta ómikið við því. Mér finnst þetta, ég meðist þú verið að draga mikið úr þessu sko, ég held þessi alls ekki rétt hjá þau sko, ég meðist ekki, þú veist, þetta meikar ekki sens út af því að það eru svo oft sömu einstaklingarnir. Þetta myndi meika sens. Í fyrsta lagi ertu orðin frekar þekktur en þetta myndi samt meika meira sens eða væri bara skilur ef við værum að tala 60 rithöfundar sem var að gefa út bók núna þá myndi það kannski meika sens ef hann væri alltaf með bara einhverja 3 í setti en ég meina þetta Saga Garðars og reyndar Dóri sem líka mjög góður í lægin sko en ég meina þetta hann, Saga Garðars og svo einhver einu viðbót. Svo þetta keyrt bara endalaust sko. Já, þetta er þú veist, þetta er alveg rétt hjá þér og ég held að það sé svolítið svona algjörlega, það megi alveg minna RÚV svolítið á svona ábyrgð þeirra og svona og í þessu að þetta er rosalegur hliðvörður til dæmis fyrir menningarlífið og það er ógeðslega erfitt að draga fram eitthvað líf á því að vera til dæmis listamaður í Íslandi. Það er bara ógeðslega erfitt sko og þannig að þetta hefur svakalega áhrif þar og aftur fyrir mér er þetta svona á að hugsa þetta sem svona, þú veist, þetta er rammi, skilur, ósýnilegur hugmyndafræðilegur rammi sem er ekki viljaverk, það er ekki einhver klíka bak við tjöldina ákveð þetta gerist sjálfkrafa og það sem fittar í ramman það svona fær að vera mem sko. Þetta virkar svolítið svoleiðis, þannig að ég held að það sé alveg sjálfsagt að svona aðeins pota í þetta sko. Já, svo er líka bara verður því þú veist einmitt að tala að við ættum ekki alltaf að vera að tala í efstastígi og við ættum að vera að passa okkur skilur að vera ekki að gera of mikið. Ég er alveg sammála því en það er samt rosalega gott að þegar þú eins og dæmi sem þú nefndir áðan að þú vildir ekki alveg vera í efstastígi að segja þetta sé svo slæmt en það er gott að rekja sig í það svona að svona hámarka þær aðstæður til þess að sjá svona í hvert ert að stefna og eins og þú ert búin að fara yfir þá er þetta sko, efstastígið er samt líka verðlauna. Bara ef að þú myndir til dæmis gefa út skáldsögu sem að myndi bara lýsa því yfir, það nefnir loftslagsaðgerð, bara efstastígið er alltaf verðlauna sem er svo skrítið og kannski, eins og hjá þér, það er svona ákveðin svona lágstemdir kaflar þar sem að þú ert að lýsa rosalega miklu bara hversdagsleika, eitthvað sem að flestir eru náttúrulega bara upplega á hverjum degi. Ef þú hefðir hent inn, skilur, loftslagsmálunum inn í þetta og hvað ef loftslagsbreytingar hefðu orðið bara katastrófiskar bara strax eftir hrun, hvernig hefðu það haft áhrif á tíðarandan þá maður getur náttúrulega ekkert fullist það en þá svona einhvern veginn ertu hann líklegri til þess að vera svona þetta er edgy, þetta er það sem við erum að leita. Mögulega, mig grunar að ef ég myndi gera eitthvað þannig þá myndi fólk svona svolítið sjá í gegnum það sko, það væri svona eitthvað að hann er ekki heill í þessu sko, af því að ég held að veri líka passa svo að því sko að eins og segi, ég held að listin sem slík og þessi viðfangsefni er algjörlega gild, skilurðu, og bara ekkert að því að vilja gera list með skýrum pólitískum boðskap eða eitthvað þannig, sko, en bara punkturinn er að það er voðalega fátt annað sem kemst inn í ramman, skilurðu, og það er svona sem ég vil svolítið svona vekja athygli á, sko, þú veist, að en fólk heldur eins og ég segi, þegar þú segir þetta að þá sérst einhvern veginn að grafa undan sko listrænum heilindum fólks og ég held að það sé líka mikilvægt að segja að þetta er svo rosalega algengt frá hinni hliðinni að fólk segja listamannlögin þetta er bara eitthvað klíka og eitthvað já, það er rétt en
þetta ekki, eins og ég segi, svona eitthvað viljaverk, sko. Þetta ekki samsæri bak við tjöldin, þetta gerist sjálfkrafa, sko. Já. Hérna, út af því að það auðvelt að gagnrýna kerfi, það erfiðara að segja hvernig fyrirkomulega vera. Þú ert talað með þetta að ég vera sprengt upp, að vera að sprauta amfetamíni í uppvakning, það þarf að sprengja einhverja hlekki af einhverjum svona kröftum innan listamanna lífsins sem að þú heldur að sé að viðhalda óbreytt ástandi. Hvernig sér það fyrir þér, skilurðu? Þú veist, hvað þýðir það? Nú myndi ég segja hérna, já, nei, þú ert nú bara bitur skáld sem hefur ekki hundsvit á því hvernig þetta virkar. Skrifar, fína bók, en ég menna bara ekki nægilega góð fyrir okkur og menna við erum að reyna að passa upp á það að undirlokaðir hópar, ég menna þið eru búin að vera að ráða hérna ríkjum í 400 ár, hvítir og fatlaðir, cis-heteronormatífir, hvítir kallmenn. Núna bara komin tími á aðra hópa, þú lítur að sýna því skilning verandi umburðarlindur náttúrulega mjög mikilvægt hugtak líka. Ok, flott hjá þér, Halldór. Hvað þú þá með góða hugmynd kerfi? Hvað er það að tala um? Við verðum að veita einhvernum verðlaunin, bara sjálfkrafa þýðir það að það verði einhverjir undir. Þú ert bara pirrar, ég meina við værum ekki hérna að ræða þetta ef að þú hefði fengið listamannalaunin. Já, mitt, það er allt hárrétt, sko, og hérna ég held að það sé rosalega erfitt að ætla að ímynda sér eitthvað svona, þú veist, þjóðfélag sem einhvern veginn ekki undir orpið einhverju hugmyndafræði, ég held að það sé bara eiginlega útilokað, sko. Ég segi fyrir mína parta að til dæmis ég fylgdist alltaf rosa vel með, þú veist, bókmyndir og mitt áhuga, mín ástríð áhugamál, ég fylgdist alltaf rosa vel með, sko, svona bara tökum sem dæmi bara hvað The Guardian og New York Times, bara svona umfjallanir bækur, svona, ég fylgdist rosa vel með þessu bókmyndatímaritum svona 2014, 15, 16 þá fór þetta að breytast og hérna ég svona hætti bara að kaupa þetta, sko. Ég var bara svona þetta farið að snúast eitthvað annað, sko. Hver var breytan þá? Þú veist, ef þú setur puttan á það, sko, að þú segir eitthvað breyst, hvað það sem breytist? Sko, við getum meira að gera tilhund til að tengja þetta við hrunið, skilur við. Hrunið verður 2008 og svo skilur við, vandamálum þess og sem verða til í kjölfarið svolítið svona, það eiginlega breytt yfir þau bara með seðlaprentun, skilur við, það eru bara prentaðir endalaust af nýjum peningum til þess að fela sér vandamál, þeim sprautað inn í fjármálakerfið, þú fær rosalega svona stera sprautu í miðskiptingu auðs, sko, og gremja eykst og eykst í þjóðfélaginu, þú enda með að fá Donald Trump. Fyrir mér kringu svona 14, 15, 16 þá bara allt að verða svo pólitískt, sko. Bara svo allt verður svo brjálæðislega pólitískt, sko. Og ég, eins og segi, misti þar áhugan á að fylgjast með venjulegum fjölmiðlum og sérstaklega niður í í svona listaumfjöldin, af því að þetta var að fara að snúast eitthvað annað en það sem ég hafði áhuga á, sko. Ég hafði engan áhuga á pólitík í list, sko, þannig séð. Eða sem svona eitthvað tröllríðandi afl í því, sko. Þannig að, en að spurningunni henni, ég ekkert, það auðvitað bara alveg rétt, sko, að ef ég væri 20 árum eldri eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þá hefði ég örugglega fengið bara 12 mánaða listamannalaun bara 25 ára, sko, þú veist, og væri bara ennþá á þeim, sko. Og þannig að það er alveg rétt að það má alveg réttlæta það að mín kynslóð af karlkyns höfundum hafi verið skorið niður og bara allt í lagi með það, fórna kostnaður fyrir tímana og ég skil það alveg. Mér finnst bara að þetta ætti þá kannski að vera aðeins svona heiðarlegra. Ætti kannski að læra eitthvað aðeins af kínverunum minna, sko. Bara segja það, skilurðu, að til dæmis núna voru sko fleiri konur en kallar sem sóttu listamannalaun, það voru miklu fleiri konur en kallar sem fengu laun. Eru einhver svona femínískar áherslur í úthlutun listamannalauna? Getur verið, ég veit það ekki, en ég held að það væri bara mjög fínt að hafa það upp á borði, skilur, af því að undirliggjandi í þessu öllu sko einmitt að þetta sé spurning listrænt gildi. Mér finnst það svona hæpið, sko, að það sé raunverulega þessi ræður þessu og maður myndi sko gjarnan vilja sjá stigaskorið á bara hvern einasta umsækjanda, hvað fyrstu mörg stig á 100, skilur, og hvernig þetta nákvæmlega mælt, þannig að þetta mælt? Þetta ekki meira svona einhverjum loftið? Jú, þetta það, en það eru svona einhvers konar málamynda hlutlægir mælikvarðar, gæði umsóknar, ferill listamanns, eitthvað svona, sko. Og
Þannig að já, ég hef ekkert svarið við því hvernig hið fullkomna útlutunarkerfi væri, kannski bara láta ChatGPT gera þetta eða eitthvað svoleiðis, sko. En ég held að það sé, ég er ekki með svarið við því, sko. Það þetta geggju hugmynd. Já, Það myndi meika meira senn, sko. Já, þú veist. Ég nefnilega, sko, þessu ekki alveg skylt, en samt að mínum að þetta er mikið skylt. Það er Lári hefur fjallað um þetta þegar einmitt umsóknir þeldökkra voru teknar öðruvísinn heldur en annara hópa og hann er náttúrulega svartur kennari hjá Brown og hann með talað um þetta myndi koma niður á þeldökkum í sinni skólagöngu út af því að kröfunar væru lækkaðar undir þeim formerkjum að þeir væru þeldökkjur og þar af leiðandi eru þeir ólíklegri til þess að vera stakkbúnir til þess að takast á við verkefni í skólan og það er svolítið þetta sko einmitt eins og þú segir sko, bara okkur segir þetta ekki upp og það var heldur ekki gert þannig var einmitt talað um það sko að það var verið að leitast eftir ákveðnum persónueinkennum sem hefði ekkert með kynþátt að gera sko en það vita allir að þetta hefði eitthvað með kynþátt að gera þannig að þá var í rauninni réttlægt það að lægra skor eða lægri einkunn á SATs myndu ekki vera svona aðal breytan í þinni umsókn þetta var líka svona persónueinkenni hann spurði þá á móti bara af hverju er líklegra að persónuleikar þeldökkra séu eitthvað betri heldur en annara hópa þá náttúrulega lenti Harvard í rosalegu vandræðum með það og endaði náttúrulega með lögsókn sem að Harvard og tapaði en þetta er svolítið saman með þetta að svona, þessi svona hugmyndum sanngirni sem að snýra því að við séum ekki sko að reyna að gæta sanngirni hvers og eins sem er að sækja heldur við séum í einhverju svona samfélagslegri sanngirnisleit þar sem við erum einhvern veginn sko að þú ert bara hluti af einhverju stóru kerfi og sanngirnin sé aðalega bundin við það að við náum einhverju svona útkomu sem að heilt yfir lítur út eins og við viljum sjá hana en ef við svona horfum til þetta kalt á það þá getur það ekki verið sanngirni það getur ekki verið sanngjarnt gagnvart umsækjendum að þeir séu einhvers konar leiksoppur í einhverju samfélagslegri baráttu ákveðina hópa sem eru jafnvel sko ekki endilega í einhverju baráttu heldur einmitt eins og þú segir sko með þetta bara svona fyrir aftan eyrað einhvern veginn svona rödd sem er alltaf að segja bara þú verður að passa upp á þetta þú verður að passa upp á þetta þetta er mjög vond þróun að mínum mati sko Já, ég held bara að þetta sé, þú veist, eins og svo oft bara ásetningurinn er kannski bara góður skilur en þetta er bara svo flókið, þú veist, það er bara svo erfitt að ætla ætla að búa til eitthvað svona sanngjarnt kerfi eða sanngjarnt þjóðfélag, þú veist, auðvitað væri það líka þú veist, alveg glórulaust ef þú sem værir skáld af erlendu bergi brotið og þú bara ættir ekki breyki að fá listamanninu á Íslandi, skilur að þetta væri allt bara, þú veist, einhverju kallar, sko, skilur, það væri líka það er ekki sanngjarnt, skilur þannig að þú veist, þetta er bara, þú veist, vogarskál sem er ógeðslega erfitt að stilla og ég held að sé bara bókstaflega ekki hægt, sko, ég held að þetta sé bara Nei, en þetta er samt líka þú veist, en þetta er bara svo sérkennilegt fyrir list að ef þú bara passa þér, ok, segjum svo að ef ég ætla að sækja listamannalaun þá myndi ég gera sögu loftslagsbreytingar á Gaza í dag skilurðu, og þá myndi ég 100% fá styrk sérstaklega ef ég væri einhver sem væri ekki búin að gera 400 hlaðvarpsþætti réttrúna, en ok, ef við tökum það bara út fyrir ef ég er 22 ára, ég skrifa loftslagsbreytingar á Gaza skilurðu gæti verið fínasta verk að nánast ég er svona að gera ráð fyrir að sama hversu lélegt það væri að þá væri ég líklegur til þess að fá bæði umfjöllun og einhverja styrki það var einhver svona hetjut á sko. Já, ég myndi segja að það sé kannski ekki alveg svo ykt eins og þú lýsir því en ég myndi segja að það myndi auka talsveit líkunar á því og þess að ef það þyrfti einhvern veginn að velja á milli sko, þín og einhvers þú veist, sem ætlar að skrifa einhvers konar rannsókn á, þú veist, maka orku eða eitthvað svona, eða svona rannsaka incel orku án þess að kannski svona fordæma eitthvað rosalega, sko, að þá væri svona líklegt að ásinn myndi svona aðeins það væri svona líklegra að þetta dytti þín megin, sko, þú veist, þannig myndi ég lýsa þessu, kannski talsvert líklegra, skilur. Já,
en þetta ekki alveg þannig að þetta sé bara eitthvað sjálfkrafa ef þú skilur, að þú tikkar einhver box að fá listamálin, þetta ekki þannig sko. en þú veist, þetta eins og ég segi, þetta ekki 100% svona, en þumalputtareglan svona, skilur. Hvað svo kannski breytum aðeins til það núna eru stjórnarviðrar, ég að taka upp svo marga þætti núna rétt áður og maður veit ekki alveg hvernig þessi stjórnar eru til, en svona stjórnmálun í dag, hvernig líst þér á þetta? Það því að ég veit sko að þú fylgist með, þú ert í svona 30.000 fetum þegar maður sér þig bæði tala stjórnmál og lýsa einhverja svona atburðarás, þú ert ekkert mikið í svona einhverju þessu smámálum það hvort að fjármagnstekjuskattur verður hækkaður 3% eða ekki sko. En svona samfélagslega, hvernig lestu í stöðuna? Heldur þetta sko, finnst þetta að breytast? Það að verða rosaleg svona breyting á umræðum. Fólk einhvern veginn talar öðruvísi, það ber sig öðruvísi, það minna þol, það meira óþol gagnvart þessum svona sjónarmiðum sem við erum að tala þú veist, það ekki sjálfkrafa svona kinka kolli þegar þú segir að loftslagsbreytingar séu helsta hætta sem Íslendingar standa frammi fyrir. Þetta svona, þetta orðið svo eitthvað svona, ég held að séu fleiri mál líka sko, þó svo getum alveg pælt í þessu líka, vissulega, en þetta ekki hættulegasta sem við erum að díla við í dag. Nei, ég skynja ég hafði engan sérstakann svona áhuga á þessum kosningum á Íslandi sko, og hef bara verið með hausinn svolítið í þessari bók síðustu mánuði, en ég skynja rosalega svona tíðarandabreitingu í loftinu og sérstaklega eftir kjör Trumps sko. Það líka var svo afgerandi sko. Og ég svona, ég held ef ég væri kani, ef ég væri einhvers konar kana útgáfa sjálfur mér, ég væri einhver svona East Coast þróttakall einhver sko í rithöfundastétt, þú veist, þá þætti mér örugglega svona bara Trump svona vandræðalegt fyrirbæri, bara fyrir svona intellektuelt fyrir mig sko, held ég, en ég ekki kanni og ég held að þetta kjör hans hafi verið bara virkilega góð útkoma sko, og ég hef mikla trú á því að sé svona, þú veist, ég held, mann ykkur ég talaði með þetta hjá þér síðast, þú veist, ég held 2008 þegar Barack Obama var kosinn, ég horfði á þetta hans nóttina og hugsaði, vá, þetta breyting sko, bara change, og svo svona fattaði maður, nei, þú veist, nei, þetta var ekki breyting og breytingin, þú veist, lítur einmitt ekki út eins og þú heldur sko, heimurinn svo miklu dýpri en það sko, þú veist, breyting með stóru B, þú veist, lítur einmitt út eins og Trump, skilur, hún bara nasty og bara svona, þú veist, in your face og svakaleg og kannski ekkert alveg endilega eins og þú helst sko, og þannig að ég held að það sé sko, ég vil trúa því að þetta að vera langbesta niðurstaðan og það sé svona smá einhvers svona smá gullöld að hefjast sko. Ég ekki á heimsstyrjaldar kjarnorkustríð, ég ekki þar sko, ég held að það sé bara mega góði tímar í vændum sko, og svona húmor að koma tilbaka og þú veist, ég held að heimurinn sé ekkert að verða eitthvað verri, þó að það megi núna aðeins vera með svona svartara grín og það megi aðeins hafa gaman á hlutunum og vera ekki að drepast og áhyggjum alltaf. Það mikilvægast að breyta í þessu. Það hefur þótt fínt að vera einhvern veginn að drepast úr áhyggjum og sko, og líka það skrítið fyrir mig að segja þetta því ég reyna að setja mig inn í mjög mörg mál og þú veist, eðli mál samkvæmt, ef þú setur þig inn í mörg mál þá verður aldrei sérhæfður en einu og þar komdu göttunum, en það var, ég man, þú veist, skrítið dæmi, en þegar ég var að fara til Indlands, ég syndi hjálparstarf á Indlandi, að þá var ég að tala við einhverjar stelpur og var að segja það frá verkefni sem ég var að fara í og þá sagði einhver stelpa, hún hafði ekki einhverja vitnesku eitthvað sem var að gerast á Indlandi, hvort það var nauðgunarkúltúrun eða eitthvað þannig og bara, vá, í alveg þetta svona, og þá var hinn vinkonunnar og þetta einmitt á þeim tíma sem þú ert að lýsa það sem hún að það byrjaði svona að breytast í verri vegar og þá horfði vinkonunnar á hana bara, hvernig getur ekki vita þetta og þá var einhvern veginn sko, og þetta verður rosalega mikið í dag að sko bæði að þú þurfir einhvern veginn að vita eitthvað allt þurfir alltaf að vera rosalega mikið inn í öllu
og rosalega mikið inn í einhvern veginn svona, mjög nýstæm heimsmálin og þykir einhvern veginn fínt að tala um þau en samt einhvern veginn talar bara einhvern slagorðum eins og Black Lives Matter þú varst að vera inn í þeim fjölmörgu morðum á óvopnum þeldökkum karlmennu sem hefur verið drepnir af lögreglunum 6 ár og það svona og svo náttúrulega varstu með einhvern svona slagorð til að lýsa þig til þess að útskýra fyrir náttúrulega öðrum að þú væri góð manneskja ekki þú varst eitthvað það mikið að pæli þú varst bara einhvern veginn að segja öðrum að þú væri góð manneskja þetta að breytast rosalega mikið núna til eins betra aðeimitt kannski fólk horfi aðeins sem inn og maður svona, það lægi líka að vera einhvern veginn bara svona að njóta lífsins og vera svona pæli í því sem maður kannski bara að gerast í þínu nærumhverfi segi ég einmitt eins og segi sammálaður sko, ég var náttúrulega hana úti þegar Trump var kosinn og ég man eitt sem ég þótti ótrúlega merkilegt sko, ég var á hótel sem heitir Soneta og ég gerði mig ekki alveg grein fyrir þetta var alveg downtown í Philadelphia downtown Philly eins og heitir og akkurat á þessum stað þá gæstu bara undir fjölmörg myndbita sem var bara öll mótmæli bara einhvern veginn gerðust nákvæmlega fyrir framan þetta hótel og ég hugsaði að ég var í einhverju útkverfi í svona kosningapartí og ég hugsaði með mér bara og sagði við strákana ég ætla að drífa mig heim, ég veit ekki hvernig þetta verður fyrir framan hótelið núna þegar er augljóst að Trump sé að fara að vinna og það var ekkert það var engin mótmæli það var ekkert einhver svona herleg heit jafnvel daginn eftir það var búið sumir búin að byrgja fyrir sko, til þess að passa upp á það þegar mótmælandi kæmu þau verður ekki að brjóta og bramla en það var bara ekkert, það var eins og það væri ákveðin svona uppgjöf réttrúnaðarins bara svona áþreifanleg þarna nákvæmlega sem maður hafði fylgst með rosalegum mótmælum rosalegir hlutir alltaf að gerast nákvæmlega fyrir framan hótelið en það var bara eins og fólk væri bara þetta er bara búið, svo bara daginn eftir þá einhvern veginn bara gekk lífið sem vana gang og það var, eins og segi, mér fannst það að vera rosalega áþreifanlegt að þetta var svona hámark þessa tíðaranda sem er náttúrulega búin að vera í uppsiglingu en núna var bara fólk bara nei, þessi tími bara er liðin Já, ég held að pendullin er mitt, hann er svolítið að fara tilbaka á svona, eins og segi, ég held að sé svona, ég hef alveg trúið að sé svona einhver smá gullöld að hefjast sko og á mjög ákvæðan hátt að því sögðu sko, þá finnst mér bara persónulega sko þessi nýja þjóðerniskend og svona sem eru að koma upp bæði bara út allan heim og hérna á Íslandi líka það er eitthvað sem mér svona hugnast bara ekki neitt sko og mér er alveg bara svona það er svona ekki minn tepolli sko en þannig að ég er ekkert eitthvað bara eitthvað ógeðslega bullish á þetta sko þú veist það er líka hluti sem fara í mig sko en já, ég held það sko Já, þetta verður allavega spennandi loka spurning ertu eitthvað byrjaður að huga næsta verki ertu bara búin að vera mikið í því að koma þér á framfæri út af því að fékkst ekki listamannalaun það var sko ég held að fyrir mitt leyti þá sem ég jákvætt að fékkst ekki listamannalaun ég veit ekki hvort þú horfir á þannig Jú, ég glemdi alltaf að svara spurningunni á hann þetta er mjög frelsandi skilur þetta er mjög svona líka því þegar við verðum eins og ég að fá einhver svona 6 mánuði það mátti ekki vera að vinna á meðan þetta er alltaf mjög lág fjárhæð sko þannig að þú getur ekkert byggt upp neitt starfsferil þannig að ég er núna einhvern veginn þú veist eiginlega bara svona 38 ára atvinnulaus og ekkert búin að byggja upp neitt starfsferil í neina því ég er bara búin að vera einhvern veginn svona hálfpartinn með meir en annan fótinn í þessu og svo er kipt undan þér sko en það er samt líka þú veist ég er að uppgöta alls konar nýjar hliðar að sjálfum mér í gegnum þetta að ég er að gefa nút sjálfur líka að það er bara losnar úr læðingi þú veist ég get ekki neita því að einhver svona kapitalískir drifkraftar kikkinn þú veist út bara með eitthvað upplæð einhverju bók sem ég borgaði fyrir persónulega bara herru ég er bara að verða að selja það er enginn að fara að gera það nema ég sko og bara bretti bermar og einhvern veginn fara út og reyna að vera með einhverju flip í markasetningu og það er bara að vera ógeðislega skemmtilegt sko. Þannig að ég vil ekkert fara tilbaka úr því. Þannig að þessi tilraun hefur gengið einhvern veginn vonum framar og ég hef lært rosa mikið sjálfa mig í gegnum það. Og það er svona, þannig að þessi listamannalaun aftur, þau veit að það er mikið öryggi og þetta er alveg næs að sjálfsögðu, skilurðu. Þetta er svona smá trygging. Og það verður til mikil óvissa með það núna en þetta er samt einhvern veginn, ég finn alveg að þetta mun hafa mjög góð áhrif á
á mína hugsun og það sem ég hef svona einhvern veginn fram að færa 100% sko. En því fylgir þessi fórnarkostnaður að það er miklu ótryggara og erfiðara sko. Þannig að þannig ég er bara mjög bjart sinna það, en ég er bara, eins og segi, ég er að fjármagna þessa bók, ég skrifaði hana, ég er að dreifa henni út um allt, ég er að markaðsetja hana sjálfur, stofnaði eitthvað fyrirtæki sem ég kann ekkert á, þú veist, að læra á einhverjar vaskskýslur og eitthvað svona, þannig að ég hef ekkert haft neitt tíma til að pæla í einhverju nýju og ég held ég fari ekkert að gera það strax, en ég hef svona, því að núna er ég komið blóð á tönnar með að gefa út sjálfur og ég er alltaf að sitja á alveg gríðalegu svona pislaefni og non-fiction efni og mér langar svolítið að næsta verk Flatkökunar sem er útkomin verði mögulega eitthvað svona pisladót bara jafnvel á næsta ári sko. Æðislegt, ég ætla að hlakka til að lesa það eins og ég nýti þess að lesa allt sem að þú skrifar og hlusta. Gaman að heyra. Mikilvægt rusl, setið þetta í jólapakkan, ekki leiðilegt skáld, kannski bitust, en ekki leiðilegt skáld. Halldór Ármann, bitarnir skáldið. Takk aðeinslega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Þangað til næst. Takk.